Sjoppar setur nýjar upp í hlaupaleiðina fyrir Freyr hérna með bæði Fred og Jakob Íström inn á tegnum, lyftur honum og Fred með skallan frábær markværsla hjá Rósunörn. Tómas sér hlaupið frá Björn Daniel en hann missir boltan og Sigurður Bjartur fylgir eftir, kemur F-ingum yfir. Sigurður Bjartur Hallsson með fyrsta mark þessa leiks, fylgdi hann eftir skoti. Þetta út á Haraldur lyftur honum inn á teiginn og skalli frá Kenny Sjoppart í netinu. Fyrirliðin að jafna metin bara leið. Kemur á ferðinni og stangar í fjærhornið. Matthías Rósunörn var með fingur á bolt. Til hægri á Dagur. Kemur sér inn á tegnum og upp að endalínu. Dagur með fyrirgjöfuna og Sigurður Bjartur endar í netinu. Það þurfti 2-3 tilraunir en markið stendur. Sigurður Bjartur Hallsson með sitt annað mark í dag. Fyrsta skotið var ekki stoppa boltinu óþægilega fyrir Amfagin og þó að setja kollin í þetta en Fred stingur hann minna á Jakob Íström setur hann í netið og jafnar metin. Það er stutt á milli í þessu. Jakob Íström búinn að jafna metin á nýjan leik fyrir Framara. Hér fyrir augnabliki var Kjartan Kári í Kári lyfti þessu inn á teiginn og boltinn laus í tegnum og hér falla menn við vilja fá vítaspyrnu. Hann að dæma vítaspyrnu. Pétur Guðmundsson bendir á punktinn og F-ingar það var hér mjög Einar eitthvað að reyna malt í móin en þessu dómi verður ekki breytt þessu. Sigurður Bjartur á þrennunni, Sigurður Bjartur fullkomna þrennuna og F-ingar komnir yfir í þriðja skipti í þessum leik. Átna á Magnús kemur sér hér í ágæti stöðu og leggur hann á Símon Tippling inn á Róbert enn með boltan, Róbert Hauksson frábær markvarsla og hvar endar þetta? Már Ægisson jafnar metin í þriðja skipti fyrir Fram. Eftir þessa skiptingasúpu inn á teiginn, skallaði upp í loftið og eftir komaðurinn inn á teiginn en vilja menn fá hendi en Sigurður Bjartur Hallsson setur fjórða markið, setur flaggi fara á loft. Sigurður Bjartur Hallsson og Framarar Kristoffer að koma fram yfir á 90. mínútu, smellir honum bara í fjærhornið og Matthías Rósunörn stendur eins og stytta á línunni. Í gegnum allan pakkan. Jóhann leggur hann út á Kjartan Kári lyftur hann inn á teiginn og Sigurður Bjartur inn í skotið. Kenny Sjoppart kemur sér fyrir, F-ingar vilja fá hendi, ég held að sé nú lítið í þessu. Þá flautar Pétur Guðmundsson bara til loka þessa leiks og það er alltaf sjóða upp úr hérna. Fínt að fá smá læti í lokin en nú kannski ekki að þetta leysist upp í ykkur slagsmál. Menn aðeins að kýtast hérna í lokin og láta velvalin orð falla og flautaði Pétur Guðmundsson til loka þessa leiks. Sjáum hér. Var flogið inn í víkina áður en leikurinn hófst og risavaxinn dróni var fenginn í verkið. Fyrir leik voru einnig veittar viðurkenningar. Besti leikmaður bestu deildarinnar, Patrik Pedersen, tók við verðlaunum í formi Horns og Víkingur heiðraði þá Matthías Vilhjálmsson og Pablo Puniet sem voru báðir að spila sinn síðasta leik fyrir félagið. Leikurinn hófst svo eftir löng og góð lófa klöpp og Íslandsmeistararnir voru í miklu stuði.
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði fyrsta markið með laglegu skoti með vinstri fæti og Matthías Vilhjálmsson tvöfaldaði fórustuna rétt fyrir hálfleik með góðu skallamarki sínu síðasta á sigursælum ferli. Það var þá viðeigandi að fleiri mörk voru ekki skoruð í seinni hálfleiknum. Víkingar unnu 2-0 sigur og sönnuðu ef einhverju vikslokk. Víkingsfánar blöktu við hús og við verðlaununum sjálfum, besta skildinum sem fyrirliðinn Ólafur Ekroth lyfti á loft.